ekki að taka við stöðu forstjóra stofnunarinnar, þar að segja Bankasýslunnar. Hann segir að ekki sé hægt að sitja undir pólitískum afskiptum. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir málið sanna að stjórnmálamenn eigi að halda sig fjarri rekstri fyrirtækja. Stjórn Bankasýslu ríkisins baðst lausnar frá störfum í gær vegna pólitískra afskipta af ráðningu Páls Magnússonar í stöðu forstjóra stofnunarinnar, en ráðningin hefur verið harðlega gagnrýnd á Alþingi. Páll tilkynnti svo í dag að hann ætli ekki að taka við stöðunni. Með afsögn stjórnarinnar hafi allar forsendur fyrir ráðningunni brostið og það sé óvinnandi verkefni fyrir hlutaðeigandi að sitja undir pólitískum afskiptum. Stjórnmálamenn krefjist þess að lögum og reglum opinberar ráðningar verði vikið til hliðar í málefnum Bankasýslunnar. Það sem að hún bendir á pólitísk umræða í landinu og við getum auðvitað ekki stjórna því hvað einstakir stjórnmálamenn segja. Það ekki þar með sagt að þeir hafi pólitísk afskipti af stjórnstofnunar sem að þeir hafa engin völd yfir. Við höfum áratuga reynslu af pólitískri stjórn ríkisbanka og það var mjög dapurleg reynsla. Það sem að stendur upp á okkur að skýra það hvort að það hafi verið afskipti að hálfu ráðherra sem að fara með framkvæmdavaldið að öðru leyti yfir stofnuninni, svo hefur ekki verið. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir málið sanna að stjórnmál og rekstur fyrirtækja fari ekki saman. Mér finnst að þetta sýni nú að stjórnmálamenn eigi að halda sem lengst frá rekstri í bankakerfinu og yfirleitt í fyrirtækjum. Mér finnst ofta eins og alþingismenn hegði sér eins og þeir vilji vera 63 bankastjórar yfir öllu kerfinu.